Ilieski. Nummer 5, Kjartan Helgi Steindorsson. Nummer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Nummer 7, Daniel Freyr Friðriksson. Nummer 8, Hákon Ari Halldórsson. Nummer 9, Nebojša Knežević. Nummer 10, Daniel Þór Misley. Nummer 11, Florian Jovanov. Nummer 12, Björgvin Snævar Sigurðsson. Nummer 13, Nökkvi Harðarsson. Nummer 14, Jóhann Jakob Friðriksson. Og nummer 15, Birgir Björn Pétursson. Þjálfarar eru Guðni Ólafur Guðnason og Níl Síran Þórisson. Dómar þessa leiks, Halldór Geir Jensson, Aðalsteinn Hrafnkelsson. Rífist við á en verið kurteis. Hafið gaman að þessu. Let's go. Góða kvöldi, góðar áhorfendur. Velkominir á leik KFÍ og Valur. Merkilegu leikur að hefjast hér. Þetta er líklegast síðasti leikur undir merkjum KFÍ í bili. Eins og margir vita þá erum við búin að sameina boltafélögin og verðum vestri í framtíðinni. Og þar sem þetta er heimaleikur og það síðasti á tímabilinu að þá kemur liðið undir merkjum vestra næsta haust. Þetta er svona pínu fiðringur í maganum hjá mér. Búin að vera samferðis og liði í 36 ár núna. Og merkilegt nokk, við erum búin að senda beint út héðan frá Jakanum í 10 ár. Jakin TV sem var KFÍ TV er 10 ára á árinu. Og það til ég vera nokkuð hressilegt. Og ekki allir sem að lifa svo langt. En hér erum við. Ætlum að gera okkur best að lýsa þessu leik. Þormóður Logi Björnsson er sá sem mun vera hér aðalgaur. Ég ætla að svona væla á hliðalínunni. Nó, bara tilkynna það strax. Já, maður er svo meir sko þegar maður byrjar að hugsa þetta 36 ár. Þá fyrir maður að fatta að ég er pínu gamall sko. En jafnframt, þú veist, 36 frábær ár bara. Já. Og þá verður maður aftur glaður bara. Já, Svo er aldur bara að tala, það sem skiptir náttúrulega aðalmálið er hvernig manni líður. Og ég trúi því. Þú selur mig það alveg. Þetta er 36 ára gamall krakki sko sem var að senda frá sér í nýja ævintýri. Við auðvitað vitum það að tímabili hjá KFÍ er búið að vera hræðilegt. Brussulegt. Já. Ég segi bara beint út og ég segi það alltaf að mér er nákvæmlega sama með gengi liðana. Auðvitað vil maður alltaf að fólk leggja sér fram og við sigurum en það eina sem að fyrir töðunum það er menn enn ekki að mæta á gólfið í víga hug sko. Það er algjörð no-no hjá mér. Já. Og ég vona svo sannarlega núna. Nú er komið breyting á þessu og Birgir Örn er hættur. Já. Gamli hundurinn Guðni Guðnason sem að ég stal hingað 95. Og Síran, litla barnið mitt sem ég haldi upp þarna. Þeir eru þarna með liðið og það er virkilega gaman að sjá það. Já. Mér fannst síðasti heimaleikur bera vott ýmis batamerki. Já, við lentum bara í því að fá lið sem að hittu 56%. Þeir hittu ótrúlega þetta var þvílík þrista veisla og ég meina, sem áhorfandi var þetta bara æðislegt að horfa upp á þetta en það var pínu leiðilegt að þegar KFÍ var að spila bara sinn allra besta leik sem ég hef séð, þar með talið sigur á móti Reyni Sandgerði og eitthvað svoleiðis, að lendum við í svona stórskota ríð sko. En ég held að það er spurning sko hvort þetta sé of lítið og of seint.
Sko, það var greinilega komið tími á breytingar og það þurfti eitthvað að gera og já, ég meina Birgir náttúrulega, eins og þú segir, bara gamall hundur og frábær körfuboltamaður en já, það þurfti að breyta einhverju, það var bara þannig. Já. Við erum rosalega ánægðir með það að við skildum vera bara kanlausir eftir áramót því að Nebo og Florian er að skila sínu og mikið meira það. Já, ég var nú... karakter utan af vallar, þá fáið þið miklu meira en tíu einhvern. Talaði við Síran þjálfara hérna fyrir leik og hann var að segja mér að já, fyrsta skoti gegar hérna, hann var að segja mér að Nebo er pínu hérna slappur, hann er búinn að vera lasinn þannig að hann byrjar ekki inn á, Florian fær tækifæri til þess að byrja. Það verður gaman að horfa á það og fylgjast með því. Já. Ég benti honum á að setja blátt bann á þriggjastaðskot hjá Florian. Já, það er gott hjá þér. Ég nefnilega, þetta er það stórstrak... Nei, ég ætla að fara að segja að hann ætla að fara að taka fyrsta skoti fyrir þetta. Þetta var flott eftirfylgni. Já, ok, það kemur. Náði frákastinu sjálfur, reyndi annað skot. Við viljum sjá svona baráttu. Klaufaleg sending hann hjá Val. Já. Þetta er oft svona fyrstu mínúturnar. Svolítið svona riði mönnum. Jæja, vel gert hjá nokkvað. Þetta var skrítin villa. Sló hann ekki bara í boltan? Ég held það. Það er Leifur Nei, fyrirgefðu, Illugi Auðunsson sem er kominn á vítalínuna. Hann setur niður fyrstu skotin hérna. Það eru 2 Illugar inn á vellinum. Það eru bæði Illugi Stengriðsson nr. 12 og Illugi Auðunsson nr. 14. Já. Þannig að það eru ágætt slíkur að ef að rauð treyja með boltan þá sé það Illugi. Svo sjáum við hana ungan strák, Benedikt Blöndal. Hann er búinn að vera að gera frábæra hluti í deildinni í vetur. Ég kynntist honum svolítið vel út í Berlín. Já. Euromóndinu. Var þar með pappa sinum. Þetta er eðal drengur. Þetta er mikið efni. Það er bara þannig. Fallega gert. Stóðsending þannig frá Benedikt. Inn á Leif sem að klára þetta örugglega. Illuga fyrirgefðu. 0-6. Sjá hvað Daniel gerir hérna erfið sending en já, Birgir gerir vel, sækir þessa villu. Eins og sem rætt að það er alltaf jákvætt að senda boltan inn á Birgir Björn. Já. Ég meina hann getur fiskað villunar, hann getur póstað, hann getur tekið þessi erfiðu skot upp við. Flottur á vítalínunni. Já, hann er fínn á vítalínunni svona með stóra mann og getur tekið þessi erfiðu skot upp við körfuna með menn í sér. Við áttum ekki að segja þetta. Nei, við áttum ekki að segja þetta, það er bara þannig. Hann er ágætur. Hann er ágætur á vítalínu, já. Já. En, já, við gera miklu meira að senda boltan inn á hann. Það er það sem ég vil sjá. Illugi skotinu. Illugi byrjar þennan leik með látum, komið 6 stig hérna. Illugi Auðunsson. Danni. Florian. Nei. Florian í þrýst. Jæja, við getum ekki sagt það. Maður kvartar ekki það hann hittir, það er rétt. Ég hef sagt nei, hann ekki. Ég sko, ég hérna, hann má alveg fíbla mig og setja niður 5 þrista, sko. Ég verð ekkert sár. Hann er auðvitað búinn að vera hamförum í bjöliðinu. Ég held að hann sem er 34 af 5 stiga meðaltal leik. Já, sæll. Og bjöliðið auðvitað skjaldberinn okkar núna því að þeir eru í öðru sæti í sínu riðli og ég hef búinn að standa sig frábælega. Kjartan með þrist. Nóta breytast 7-8. Þetta lýst mér vel á. 2 þristar hérna í byrjun leiks. Það væri nú ekki amalegt ef þeir tækju þristasýningu á heimavelli. Jamie keyrir upp að... Nei, hérna átti hann bara að taka skoti. Já. Fín vörn.
einhvað síður. Flott ræð þarna og vel gert. sækir villuna og Nökkvi skilur ekkert í því. Nei, þetta var bróðefni, en Já, þetta hann var var illa. búinn að taka sér stöðu, fannst mér. Já, mér finnst hann bara halla sér aðeins á hann. Já, það er líklegast það sem dómarinn dæmir á. Nökkvi komið með 2 villur. Kemur Gulli inn á. Ég hef ekki trú að Gulla þessum leik. Og það er sem sagt hinn Illugi Steingrímsson sem er á vítalínunni núna. Illuginn hárfæri. Já. Þeir eru að vísu báðir þannig. Þeir eru báðir hann er með hárfærir. tagl og hinn ekki. Já. Þá er ég búinn að finna það með. Það er bara Illuginn með taglið og Illuginn bandið. Illugi tagl og Illugi teygja. Það eru frábært frákasti á Flóriðan hana. Jamie stelur þessu, fer upp. Vel gert Leggur hjá honum í. honum. Engi stælar þarna, ekki tróðslu læti, Jamie- bara Já, safe. Jamie Stewart kláraði þetta. Hann er 4. hæsti í framlagi. Og hérna, Gera mikið vel. já, hann skora mikið, hann sendir mikið af stóðsendingum, hann frákastar og þá er hann eðlilega séð bara hár í framlagi, það er bara þannig. Þetta sé bara mjög góður útlendingur. Já, þetta átti nú bara að fara ofan í, sko. Óþarfa illa hjá Gulla. Benni minnir mig á pappa sinn þegar hann var svona upp úr 70. Með þetta síða hár og svona hippa feeling. Býtu nú við, þú verður að upplýsa mig. Hver er pappans Benedikts? Já, Þú vissi það, maður. Já, sá drengur með mér í stjórn KKÍ. já, Er Blöndal. já. Meira ætla ég ekki að segja, svo er bara að finna restin út. Er með þér í hvað, segirðu? Stjórn KKÍ. Vel gert. Duglegur Biggi. Já, ég er alveg tómur. Mér finnst þess að ég að vita þetta, en ég er alveg tómur. Frábært spil hjá þeim. Frábært. Þetta var verið virkilega vel Já, gert. flott spil og þessi villa, allt í lagi, ég meina, hann er kominn hérna framhjá kannski. Það er erfitt alltaf. Á maður að brjóta, á maður ekki að brjóta. En Benedikt, hann er svona gaur sem getur komið hérna og tekið þessu tölfræðiskýrslu og greint hann á einhverju mínútur. Já, hann er Hann er hérna starffræðingur mikill. Mikinn áhuga á því. Held hann sem er að læra það í háskólanum. Já, já. Hann er allan með ágætis tölfræði. Hann er með 12,6 stiga með til leik og hann er 10. í stóðsendingum með 3,93 stóðsendingar í leik. Það er ekki amalegt. Nei, það er ekki slæmt. Góður í vörn, mjög góður í vörn. Já, maður sér það. Hann er með flotta stöðu. Fljótur að hreyfa sér hliðarskrifunum. Það er aldrei þröngt, en slapp hann. Já, hann farið villuna. Biggi lendir aftan í honum með hendina. Eitthvað farið, eiraðu eða eitthvað? Tvö skot hérna. 9-14 á staðan. Aðeins búinn að jafnast leikurinn eftir 1-8 byrjun hjá Val. Fyrsta verð niður. Leifur Steinn. Vel gert. Já, setna. Sumleið. Leifur Steinn út af. Fín stigadreng. Það eru 5 konur á blað hjá Val. Sigurður Rúnar Sigurðsson. Þannig að Kjartan gerir hérna. Nebo kominn inn á. Gunnlaugur. Þessi Það sending. var klaufalegt. Og þetta líka. Sem betur fer. Man líður alltaf betur að gera mistök þegar andstæðingurinn gerir mistök strax á eftir. Nebo er að spila hér lasinn.
Já, hann búinn að vera eitthvað slappur. Veistu hvað þetta var? Var þetta flensa eða Þetta flensa, það fari eitthvað í lungun á honum. Já, það ekki gott sko. Ég verð að segja það að hann töluvert flottur íþróttamaður bara að geta tekið þátt í þessum leik. Flottur hjá Benna maður. Ég átti erfitt með að labba bara upp stigann og ég búinn að vera líka í frensunni sko. Nebo bara svona, svo mikill klassa íþróttamaður. Hann gefur sig svo gjörsamlega fyrir Ísafjarðarbæ, það hafa verið hellingur sko. Já, hann hæstur í framlagi hjá KFÍ. Hann í 13. sæti í deildinni, með 90,81 í framlag og geysilega mikilvægur þessu liði og flottur strákur í alla staði. Það skulum ekki gleyma því að hann var trailer í einhverja 5-6 leiki á eftir Kana. Já, nákvæmlega. Og fjötunu þarna sem hann lét sig hverfa. Nákvæmlega. Og ég segi alveg eins og að þessi Kani var ekki hálfdarhættingur á Nebo. Það bara svo einfalt. Þetta allavega hann líka, ég teki eftir að krakkanir kunna svakalega vel við hann sem að hann að þjálfa. Sko yngri flokkarnir í dag, þau eru til fyrirmyndar hjá KFÍ. Já, og það rosalega gott starf þar í gangi. Sammála því. Ég sjálfur byrjaði að þjálfa Þingari. Já, ég frétti það. Hvað kom til? Það voru 24 krakkar síðustu æfingu þannig að það mikið fjölgun þar. Fengu bolta og bóli geifust á KKÍ. Já. Vel gert, Kjartan stoppaði þetta. Já, þessi villa var í góðu lagi. Það bara þannig, það eru ekki alltaf gáðulegar en þessi var alveg í fínu lagi. Sko, það lífsmarkmiðum sko. Já. Það það. Já, hvað segirðu? Hvernig kom það til? Ég var rölda alltaf á Þingari. Jú. Og ég tók bara eftir því að það var ekki mikið að vera fyrir þessa krakka. Og það eru sumir þeirra sem fara alltaf æfingar til Ísafjarðar. Og stundum það þannig að það lengra fyrir okkar að fara héðan heldur en fyrir aðra að koma hingað. Já. Og mér fannst það bara ekki sanngjarnt, þannig að ég bauðst til þess að taka mér þjálfun þarna. Já, frábært. Þannig að ég með krakka frá 5 ára og upp í 15. Já. Og með öllu sama tíma, það bara æðislegt. Já, það er alvöru. Það eru bæði niður hjá Stuart. Já, vítanýting hérna mjög góð. Valsmönnum. Ég held ég búin að klikka einu víti. Já. Ég ræddi við þjálfara að það vantar náttúrulega Frikka pólkartinn þeirra, já. Það skiptir engum máli. Skiptuna þeirra, hann búinn að vera allan að byrja undanfarna leiki, hann eitthvað slappur og var eftir heima. En þeir eru hörku baráttu, það er keppni annað til 5. sæti. Já, ég meina, 1. sæti tæknilega séð ennþá. Það er farið. Nei, það möguleiki. Sko, ef að Fjölnir eða Skallagrimur, ef þeir vinna í kvöld, Þór Akureyri tapar síðasta leiknum og Fjölnir og Skallagrimur vinna síðasta leikinn, þá séns. Já, þá náðu þið jafn á stígum, ekki? Já. En það innbyrðir sig alltaf... Nei, það er stíg næst. Það er heildarstíg. Það er búið að gefa upp að þessi farnir upp. Er búið að gefa það upp? Já. Er það ekki bara út af því að Þór Akureyri með svo svakalega gott stigahlutfall? Það er 20 stig á milli. Getur verið. Það gæti verið að þeir bara sjá ekki fram á að þetta sé... Sko, Fjölnir Skallagrimur að fara að spila síðasta leikinn. Og ég meina, Þór Akureyri á eftir, sem ég held að... Fjölnir tekur Skallagrim. Ég bara segja það núna. Já, þú heldur það. Já. Og þá er Fjölnir í öðru sæti og Skallagrimur já, þá er spurning hvort að Valur getur tróðið sér í 3. sæti upp fyrir Skallagrim. Hvað Valur eftir? Þeir Valsmenn eiga Breiðablik eftir. Já. Þeir eiga alveg að geta klárað það. En það ég er alveg samanlegaður. Þór komið upp. Tölfræðilega séð er það möguleiki en ég held að sé frekar hæpið samt. Af því að þeir eru með það gott stigahlutfall miðað við bæði Fjölnir og Skallagrim. Og svo er það lið 2-5 sem að spila hitt sætið. Við erum að fá Hött og FSU aftur niður í fyrstdeildina á næsta ári. Eftir
væga sagt skelfilega innkomu í Úrvalsdeild. Ég bara manst eftir svona að tvö lið hafi skítið svona alveg upp á bak. Nei, sko, með Hött þá þetta rosalega erfitt. Þetta voru einhverjir 5 leikir sem við töpuðu bara klúðruði sjálfir á síðustu mínútum. Já, það var eins og það vantaði eitthvað upp á sálfræðina þannig að... Já, og líka bara að það segir sig sjálft og ég er búinn að segja þetta 100 sinnum að fyrir lið eins og Hött að fá strákar sem koma austur að spila er bara nánast vonlaust. Já, það er erfitt. Og þessi útlingaregla okkar, það þarf að skoða hana upp á nýtt. Ég segi það bara hér, hvað sem verður gert, þá finnst mér bara að Evrópuleikmenn eigi bara að vera partur af systemin okkar. Við erum nákvæmlega saman Kanana, það ætti sleppa þeim algjörlega. Já, ég skil þig. Að hafa þá Kana-reglu en ekki Evrópureglu. Eða hafa bara, fyrir mig er alveg sársökulaust að vera með einhverja Kana. En ég finnst bara að við erum komnir þannig að þegar strákarnir okkar er verið að spila í Evrópu og þeir með að vera 2-3 í sama liði, þá þurfum við að vera með svipað hérna heima. Ég skil hvað þú ert að menna. Og bara styrkja körfuboltann í heild sinni. Við þurfum að halda landinu inni og landið er löngu búið að gera sér grein fyrir því að það missi strákarnir sína að snemma í öðru lið. Og það er alltaf komið vel út fyrir Keflavík og Njarðvík og það er þessi breyting náttúrulega sem að er núna sem að var ekki að þetta með að þeir eru að sko fara svo mikið út snemma þessi góðu strákar. Þeir fara bara í high school jafnvel og allavega college og það er ekki eins mikil þörf fyrir að vera sko að passa upp á að þeir fái spilunartíma. Ég segja bara beint út fyrir mína parta. Ef þessi strákar eru nógu góðir þá spila þeir. Þú verður aðtúa það að valdi liggur hjá þjálfaranum. Já, ég meina þú sér Val Orra og þú sér Kára hjá Haugum og hann hjá Grindavík, Axel, hvað heitir hann? Guðmundsson. Jón Axel. Já, Jón Axel. Ég meina þetta eru strákar, þetta eru ungi strákar í kringum 20 sem eru fastamenn í sínu liðu, algjörir sko orðnir reynslu boltar í úrvalsdeildar körfubolta. Ég held að Kári sé bara 18 eða 19 sko. Já, hann er yngstur af þeim held ég. Valur Óli elstur. Valur er elstur af þeim, en málið er það. Jón Axel held ég 19 eða 20. En ég meina þetta eru strákar sem eru sko Kári 3 tíma, hann er komið, þetta er 3. tímabili sem hann er byrjunað með þér. Vel gert allmenn. Já, það er málið. Og ég meina þessi strákar eru ekkert að fara að fá minni spilitíma og þá komið annar útlendingur. Það er bara þannig. Ég held bara eins og alltaf þetta styrkir körfuna. Það sér þessar strákar sem að voru nú ekki berja á sínum tíma. Teitur og þeir voru að berjast við svona gauðra alla daga. Já, nákvæmlega. Ekki eru þeir lélegir fyrir vikið. Það eru við hérna búin að bladra. Það er bara rosa leikur í gangi. Já, leikur í gangi og það er 3 stig. Fyrsti leikluta klárast hérna. Ég er nú búinn að vera að horfa á þetta þó ég segi ekki neitt. Nebo gerir vel. Vel gert hjá Nebo. Frábær... Pansi með rosa innkomi. Já, Pansi með svaka innkomi hérna. Það meittist á rassinum daginn. Já. Og hérna, ég aldrei fengið upp á hvað það gerist en hann var með einhvern marblett á rassinum. Það hefur verið eitthvað dott á eldhúsborðið eitthvað sko og hérna spilaði ekki út af því, það hefur bara blætt inn og öðvað eitthvað. Já. En hann er komið núna og það er nú ekki amalegt að vera með þessa reynslu sem að Pansi er með. Þetta er náttúrulega bara frábær leikmaður. Stórkostlegur strákur með, búinn að vera hérna 8 ár. Svakalegu leikskilningur sko. Kjartan gerir vel innan, nei! Þetta var... Ágætlega gert, 12 sekúndur. Klára þetta betur, fínar hreyfingar engu að síður. Og... Vel gert hjá Valsmönnum. Eittu klukkunni algjörlega. Gert, klukkan búinn. 22-27. Flottur, fyrsti leikluti. Alveg frábær. Við rættum bara Kana, við höfum að bíða með það hundir núna. Og stöðuna í deildinni. En ég held að þetta sé, þetta er bara til tilbreytingar. Og ég ætla bara að mælast til þess að við hérna kýlum inn þessa reglu með Evrópubúana. Að megi vera með 2 útlendingar en aldrei meiri neitt Kana. Hvernig væri það? Já, það er bara að sleppa konun. Sleppa konun alveg? Nei, veistu að ég verð að segja, Gaui, eftir að hafa
hort á Stefán Bönó spila körfubolta í fyrra, Já. þá bara, það var eitthvað sem kviknaði inn í mér sem að ég held að væri dautt. Já, sko, það eini gallin eins og hann æðislegur og ég veist hann stórkostlegur. Að þegar einn maður er farin að skora 51 stig í liðinu Já. og restin að skora 20 eða 30 sko. Jú. Það er svona, þú veist, ég er alveg fyrir þetta en mér finnst bara svo virkilega gaman að sjá svona lið eins og Haukana með breytina sín á bekknum með stjörnuna. Gaman að sjá þeir hendinn hinum með þessum strákum. Það er allir að spila og það er frábært sko. Ég vil sjá að þjálfarar í deildunum, alveg sem að hvar þeir eru, nýti bekkinn sinn. Þú hefur 200 mínútur, þú getur alveg ráðið í hverju spila. Það er kannski ekki alltaf að vera með 6. Kannski verðt að taka það fram með þessi 4 lið sem er að fara að spila hitt sætið upp, Fjölnir, Skallagrímur, Valur og IA, að þar er eitt lið sem er ekki með sterkan bekk og það eru Akurnesingarnir. Þeir eru alveg með veikasta bekkin á þessu liðum. Þeir eru með 2 langaða þarna. Já, það gæti orðið dýrt í umspilskeppninni. Að hafa ekki meiri mannskap sko. Þar kemur keislan sko. Já, nákvæmlega. Og það er eftir að vinna 3 leiki, ekki lengur bara 1 eða 2 sko. Já, þannig að best af 3. Já, er 3 sigrar núna? Já. Bæði í fyrri og seinni umferðinni? Eða sem bæði þegar 4 og 2 lið? Já. Ok. Þetta verður alvöru umspil. Já, þetta verður gaman. Ég vona að þetta verður sínt. Þetta verður gaman að fylgjast með þessu liðum. Hans í þristinn. Já. Hans er á eldi hérna. Hann er, það er kveitnaði skónum hans, það er bara þannig. Þetta er komið 9 stig hjá honum. Illugi nær ekki að svara og það er bara frákastið. Endar hjá Stuart. Þetta er Ruðningur, ekki spurning. Vel gert. Björgvin, frábærlega staðsettur hann það. Já. Jamie fjalli þetta. Björgvin Snær gerir vel, sótti þessa villu. Leikmaður númer 7, Skúli Gunnarsson þetta, hörku frákast á hann. Valsmenn með skemmtilegt lið, góðan þjálfara. Hansi erfitt skot. Það hefði verið svakalegt ef þetta að fara niður. Ég segi það svona prívat og persónulega, eins og ég er mikill landsbyggðarmaður, þá vil ég halda Val í efstudeild. Já? Mér finnst bara... Er pínu valsar í þér? Já, ég veit að byrjaði þar og hérna er ennþá með félagsskiptinni fyrir fótboltan og handboltan sko. Já. Byrjaði á Hlíðarenda hjá Sigga Stóra og Torfa Magg og þeim sko. Og ég er flott að sjá hann á rauðabúningu. Þetta var svolítið skrítið, Valsmenn, hann dæmir hérna bara skref. Mér sýndist hann að halda stjörnunni alveg. Steig hann út af, já, ok. Benni er ennþá reikn út öllin sko, hann er starfræðingur, en það kemur strax. Þetta var mjög lítið út af stig hjá honum hana. Þeir eru líka með mikrosjónis í dómara, skal ég segja. Já, þeir hafa oftar en ekki rétt fyrir sér, það er bara þannig. Daniel Freyr klikkar hérna á þristinum og Valsmenn eru með frákastið. Þetta stefnir allt í hörkuleikina. Þessi kláraðist ekki og sterkt frákast hjá Birni. Jamie fínu vörn á Kjartan. Nebo. Birgir Björn, flott. Birgir, vel gert, sterkur þarna. Já. Þetta viljum við sjá meira. 27-29. Við vorum að tala þetta í byrjun leiksins að hann gæti þetta drengurinn og við viljum sjá meira af þessu. Flott að sjá barðun hérna. Þetta er þessi ég að segja. Ég býð ekki mikið meira en þetta. Þessi smá líf og gleði. Já, þeir eru alveg með á nótunum hérna. Og erfið sending hana frá Benedikt og Skúli náði ekki til boltans. Við erum hérna, við ætlum að segja það sko, þessi leiktími, 18:40. Ég man eftir mörgum tímum sko. Já. 18:40, 18:30, 19, 19:15, 18:40 aldrei. Og þetta er
greinilegt að fólk að mæta núna á leikinn sem við áttu að byrja korter yfir 7. Já, nákvæmlega. En það fín mæting hérna. Já. Eins og síðast líka. Birgir sterkur. Það greinilegt að jafna leikinn hérna. góð stemning hérna hjá Árundum. Það væri nú ekki galið ef að þeir halda uppi smá stemningu hérna fyrir Ísfirðinga í sínu síðasta heimaleik. Herru, ég rosalega hrifinn á honum Daniel Friðrikssyni. Já. Kofi. Hann er svaka bara hvar var hann í byrjun tímabils? Ég er bara ekki hugmynd. Nei, hann bara birtist í liðinu og ég er alveg sammálaður, mér líst mjög vel á hann strák. Hann er góðan leikskilning og fínar hreyfingar. Og baráttu, alveg svaka baráttu, sammála því. Eins og þarna, sýnur okkur þetta, alveg pjúra villa. Já, þarna er þetta leiðum að fara. Já, þetta er alveg óþarfi. Leikleif Valur. Já. 7-22 eftir að fyrri, jafnt hér 29-29. 29-29, þeir Pansi kveikt í okkar leifmönnum hérna, algjörlega. Taka sér smá pásu. Kom inn á, ég held að hann sé með 4-3 í þrýstum. Já, ég held að sé bara hárrétt hjá þér. Og það er verið að leggja á ráðin og ég er að senda Snapchat, láta vita leiknum, er ekki allir að horfa. Það er verið að nýta tækifærið í pásum til að gera það. Sko, ég var myndið að rifja þetta upp hérna 2006 þegar við byrjuðum. Sýndu hérna leikum móti Breiðablik. Já, er þetta 10. starfsárið á Jakin TV? Já. Sæll og blessaður. 10. árið, sko. Það er vel gert. Og ég held að við séum elstir miðað við starfsár. Samfellt, já. Elsta hvað? Netstöðin. Netstöðin, já, frábært. Samfellt. Við pitchum þessa hugmynd okkar 2004 á ársþingin á Flúðum. Og hvað sagði fólk þá? Var það efins? Þá fór ég með bækling, ég man eftir þessu, þegar Stulli og Einar voru að pitcha þetta. Já. Þá fór ég með kynningarblöð til þess að sýna liðunum hvað ég geti gert. Já. Nei, það er enga hljómgur þá. Nei, þegar við fundist það of framtaks. Það hefur mikið vatn runnið í klóakið. Já, það eru annarkvort lið komin með hérna stöðu núna. Þetta er stórkostlegt og ég vona svo innilega áður en ég verð 60 með 5 ár, þá verður öll liðin á landinu komið. Já, ég reyndar það er til mikillar eftirbreytni að sjá hvernig Stöð 2 hefur verið að höndla boltan núna. Alveg stórkostlegt. Á sama tíma var ég foxýllur út í Ríkissjónvarpið fyrir hvernig þeir höndluðu bikarkeppnina. Og ég vona að þetta haldi bara áfram. Þeir sýni fleiri leiki, haldi áfram að vera með skemmtilega þætti sem að taka saman það sem er í gangi og þetta bara körfubolti verður til þess að lyfta honum upp, þá þarf hann að vera í mynd. Það er bara þannig. Þessi körfuboltikvöldi og Kjartan og þessi vitlýsingar Fannar og þeir, Jón Halldór og þetta er stórkostlegt. Þetta er bara æðislegt. Þetta er alveg saman hótt að það er gaman að körfu eða ekki. Þetta er skemmtilegu þáttur. Nákvæmlega, maður getur haft gaman að þeim þó maður hafa ekki gaman að körfu. Þetta er bara eins og Top Gear. Þetta er bara eins og Top Gear. Og það þarf ekki að neitt vita á bílum til þess að horfa á það, eins og það þarf ekki að neitt vita á körfubolta til þess að horfa á körfuboltakvöld. Það er bara þannig. Mér finnst þetta það skemmtilegasta sem hefur komið í sportflóruna síðan að messan var fundur upp. Ég sammála þér. Og hérna Kjartan og Kóði fóði stórt klapp á okkur hérna að vestan. Já. KFÍ komið yfir 31-30. Já. Við dettum bara í eitthvað blaðir hérna, hvað þetta er annað? Þetta er að góða viðköruna, sko. Það er þetta að koma inn bara og þá breytst hlutinni. KFÍ eru konum með 8 stigum meira hérna í öðru leikluta heldur en Valur. Vel gert. Fínt brot. Já, fínt brot. Reyndar þriðja villan í honum, hann þarf örugglega, hann hvílir sig aðeins. En engu að síður alltaf gott að stoppa svona sóknir
Kemur bara Nebo í staðinn, hann er ekki slæmt. Panse Nei, Panse segi, já. Það var þetta Nebo, Panse, Kjartan, Björgvin og Byggbjörn. Jamie fyrir Val. Það er 9-3 hérna. Tekur flóterinn. Klikka, fallegt frákast. Náði þetta frákast alveg upp í klukkum. Hvað þetta var vel gert á Jamie. Þetta var alveg frábært. Svakalega vel gert, sæki villuna. Fær 1 víti. Hann hoppaði og púsaði skotklúfin. Já, og þvílík loftaði í hann að setna á hoppinu hjá hann þegar hann sótti frákasti. Þetta var fallega gert. Hittum við einhverja planka þarna? Nei, já. Það verið að leita linsu greinlega. Já, það er linsa á gólfinu. Spurði hvort við náum henni með myndavélinni. Það er alltaf hana... Já, við erum með góða myndavél núna. Eitthvað verið að leita af þessu. Skulum vona að hann hérna... Já, þetta er Jamie sem hefur mist linsuna. Já, þannig voru bara hefnir að dómarnir eru góðir við á því að hérna, þú fer ekki að velja að býða það, sko. Nei, nákvæmlega. Hann hlýtur að vera með varasett inn í klefa. Já. Ég trú ekki öðru. Ef þú spila með linsur þá máttu búast við því að það geta rokkið út í látunum. Brotið á honum, kemur bara varamaðurinn inn og tekur skotinn. Já. Og hann nýtir það mjög vel. Þetta er Fjallarsson. Högni mættur. Káringur. Og Valsari. Fallega gert hjá... Já, þvílík hreyfing. Þetta var stórkostlegt. Alveg örlítið feik til þess að taka úr balans og svo fór hann bara á milli þeirra. Stórkostlega gert. Illugi skotinu, þrist, setur það honni. Vel gert í honum. Já, ekki spurning. Illugi búinn að vera drjúgur fyrir sína menn. Kjartan, Nebo. Björgvin. Nei, Björgvin, þetta taka hann af sér. Benni gerir það. Já, hann vantaði að láta hann vita af honum. Hann kom hann í hann. Villa á Karol góð. Góð sending, Illugi skorar. Björgvin, brotlegur. Erfið mínúta hjá Björgvin. Og hann fær að hvíla sig aðeins. Nökkvi kemur inn á. Og... Sjáum hvað Illugi gerir hérna á vítalínni. Hittir ekki. Hann klikkar og boltinn endar hjá Panse. 5 stiga munur, Valur 33-38. Þetta er fljótt að breytast til og frá. En það þýðir bara að þetta er skemmtilegu leikur. Panse galopin hérna. Já. Gústi þjálfar alveg brjálar. 4-5 hjá Panse. Já, alveg rétt hjá Halldóri. Láta tuðruna vera eftir skorakörfu. Nökkvi, Benedikt. Já, fýtt fótur. 2 stiga munur, 36-38. Panse kom með 4-5 í þristum, held ég. Já, ég held að það sé rétt hjá þér. Það er nú bara alls ekkert ólíkt honum, sko. Þegar hann byrjar að... Nei, hann getur aldrei stótt í gang, það er bara þannig. Illugi. Högni með 3 stiga. Hann var allt of opinn hérna. Það er nægan tíma til þess að dunda sér í þessu skoti. Það er vandræði hérna. Það er Lars að þetta fínt. Komið pressa, skelfilegt. Alveg óþarra sending á Nökkvi, hann komin yfir miðju. Nökkvi annar þristur, nei, hittir ekki. Þeir ná boltanum.
Högni gegar hérna á setni þristunum. En það er galopi hérna Já, fyrir Leif Stein sem að setur niður þennan þrist. 8 stig munur, 2 þristar hérna hjá Val. Villa. Já, það er Teiu Illuvi sem að fara hérna Villu. Illu Steingrímsson. Nú faraði báðir að Villu. Já, það er engin Illuvi inn á, Það er bara 30% af liðinu. Já, nákvæmlega. Nebo, 4 mínútur rúmar eftir að fyrirháleik. Já. Pansey þrist, ég ætla að segja. Klikkar. Vel gert. Vel gert hjá Birgi, flott barátta. Þetta er alltaf ruðningur. Já, þetta er ég ekki sammálunum. Þarna fór hann með öxlinn í hann. Bara sorry. Já, þetta stóð hann á línunni kannski, í hringnum. Við þurfum að sjá þetta hérna. Endursýningu. Já, hann stígur á línuna. Okay. Já, þannig að hann er í hringnum, þannig að þá er þetta ekki svona öll. Það bara tekið tilbaka alls minn, alveg frábært dómiður. Já, nákvæmlega. En erfitt að sjá þetta, en hann tók smá skref aftur á bak. Annars verð ég að segja eins og að dómgæslan í vetur er búin að vera hörmuleg. Já, finnst þið það? Nei, ég er bara að segja þetta, þú veist, ég var að koma með eitthvað svona... Einhverja blammeringa bara. Ég er ekki sammála, mér finnst dómgæslan bara að vera fín. Já, hún er búin að vera mjög góð. Eina sem er að gatið á milli, þetta er svo jólatrí, dómarastéttin okkar. Já. Toppurinn er rosalega flottur og hérna, en það vantar bara rosalega nýliðun. Svona milligreinar á leiðinu upp, já. En það er gaman að sjá Davíð Hreiðars og það er gaman að fylgjast með honum, hann er búin að vaksa rosalega. En ég veit ekki, sko, eins og er þetta, sko, þú þarft náttúrulega þykka skráp og sérstakka skapgerð til þess að detta í huga að vera dómar í körfubolta. Já. Það er bara þannig. Það er alveg hárið. Þú verður að hafa húmor fyrir sjálfur. Já. Það hefur engin annar, sko. Nei, nákvæmlega. Og ég veit það sjálfur, upp úr 2000, sko. Og það þá vildur ekki lendi í mér. Ég var algjör dómaran aðra, sko. Já, ég meina, þú segir líka eins og þú talar að toppurinn er góður. Ég er ekki viss að þeir heyra það oft, sko. Nei. En þeir heyra hvert einasta skipti sem þeir klikka á einhverju smáatriði, þá fá þeir að heyra margfalt. Það er bara þannig. Ég get alveg sagt það. Ég er duglegur að senda virkilega ósanngjarnt starf, held ég. Ég er duglegur að senda SMS og það mættu fleiri gera það. Þú ert náttúrulega bara frábær í það að rósa, Gauði. Það bara verður að gera. Þú gerir eitthvað vel að láta það heyra. Nei, Pansey bjargaði þessum Kjartanistan, klaufalega, það var lægir. Fínt spil hana, Pansey kom og bjargaði Kjartani sem var að missa hann klaufalega út af hana. Við skulum taka eftir því að Kjartan er einungis með 7 stig. Já. Hann á eftir að koma inn í seinni hálfleik. Hann á nóginni. Nebos er veikur hér, bara með 5 stig. Já. En þá kemur bara Pansey hérna. Með 12 stig, allt úr þristum. Já, og Birgir Björn mættur með 11, það er ekki slæmt. En valsmennir, þú sér það, það eru bara 10 stykki sem er að skora. Florian er komin inn og hann skaut einum þrist beint í smetti á mér hérna aðan. Hefur ekki skorað mikið síðast, en er búinn að spila fína vörn. Líka baráttunum Florian, hann er alveg eituharður, sko. Leifur fer hérna út af, fara að hvila sig. Og það er innkast. Gústi er búinn að spila öllum sínum leikmönnum. Já, það er rétt þess. Og það er allir nema 2 búin að skora, það er nú nokkuð gott. Nökkvi, nei Nökkvi! Þetta var klart, þetta var svo greinlegt, ég sá þetta í gær. Já, þetta var mjög greinlegt hjá honum. 9 stig munur, 3 mínútur eftir að fyrirháleik. Það verður að loka pínlítið þessu gati. Já, þeir voru konir hérna yfir. Byrjuðu þennan annan leikluta gífurlega vel en eru búin að missa valsmennina fram úr sér hérna. Vel gert hjá Jamie. 38-49. 11 stiga munur. Kjartan. Vel gert, Kjartan. Gerir vel hérna. Sagt af hann auðvitað. Þetta er Kjartan. Flott frákast, áfram, já, glæsilegt. Vel gert.
Jói næra blakkonum hann út á Kjartan. Nei, Florian. Florian! Þetta viljum við sjá. Svona á að gera. Þetta viljum við sjá. Enga þrista, fullt af svona. 10 svona viðbót takk. Jamie þrist. Þittur ekki. Klikkar. Hann er að detta út úr þessu sem hann áður að gera. Já. Hann er góður að dræfa inn. Þessi strákur. Sjá hérna hvað gerir Florian. Boltinn gengur hérna, Florian. Lítið eftir að skoða klukkuna, hann reynir. Skelfilegt skot. Það var ekkert að gerast í þessari sókn. Við höfum ekki séð það mikið í kvöld, en við höfum séð það mikið í vetur. Já, ég veit það. Og ég, til dæmis, sko, það er enginn á topp 20 listanum í stóðsendingar í deildinni. Nebo detturinn í 21. seti. Og það segir svolítið mikið bara. Ég meina, stóðsendingar þýðir að kerfið var að ganga upp að enda með körfu. Akkur er hann að taka þrista? Ég veit hann hitt á hann. Hættu þessu. Það gera Valsmennina 11 stiga munur aftur. Glæsilega gert. Virkilega vel gert. Glæsilega gert. Þarna eru Valsmennin að sína. Þeir eru með virkilega flott lið. Er hérna... Mittsleir. Einhver skildleiki? Það var lagið þannig. Já, þetta eru bræður. Þeir eru bræður? Já. Benedikt og Þorgeir? Já. Þetta búin að fatta hvað pabbi heitir? Nei. Hann heitir Lárus. Já, auðvitað. Guð mig góður. Þetta var vel gert, Jói. Já, Jói stendur sér vel í vörnina hana. Það er að stoppa á hérna. Það var lagið. Það var bara stöð boltaninu, Daniel. Nökkvið út einn. Sjálfur. Nei. Já. Stórglæsilegt. Ég held þetta myndi ekki rætt ofan í. Þetta er bara áttan sem fór þetta. Virkilega vel gert. Stór fínt. Aðeins að klóri bakkar hérna. Loka sekundunar. Ef þeir halda Valsmönnum frá skotinu, þá eru þeir í góðum málum í hálfleik. 8 stig í körfubolta. Hvað þá 7? Er ekki mikið. Nú er það bara að standa vörnina hérna. Já. Af því að það er bæðilið í bónus. Bæðilið komin í bónus, sama engin heimskulu brot. Þeir ætla að vera snöggir þeir. Þeir ætla ekki að vera það. Vel gert. Já, fín vörn hana hjá Florian. Tími. Það er leikli. Gústi ætlar að setja upp síðustu flettuna. Já. Og hann kann það alveg. Rétt tæpar 10 sekundur eftir. Valsmenn eru með þessar sömu 10 sekundur á hérna skotklukkunni segi. Þeir geta spilað alveg út á síðustu. En KFÍ þarf að í raun og veru, þeir eru ekki að tala um það að fá eitthvað skot, þeir eru bara að tala um það að stoppa Valsmenn frá því að skora á síðustu sekundu leiksins. Eða ekki leiksins, heldur fyrir hálfleiks. Fjörugur, annar leikluti, búinn að vera hérna á Ísafirði. 21-26, Val í vil. Nei, 24-26, Val í vil. 24-22? Já. Og bara geysilega skemmtilegur leikur hingað til. Fjörugur, mikið búið að skora. Mikið búið að skora. Það er kannski helst til það sem maður vill ekki sjá, sko, ef maður er með lið. Já, það er meira fyrir auga, sko. Meira fyrir auga, meira fyrir áhorfendur. Það er bara þannig. Það er líka, ég vissum að nýtingin, og við sjáum það nú í hálfleik, vissum að nýtingin er ágætt hjá báðum liðum. Skulum sjá hvort ég sjá þetta hérna. 53% í tveggjastiga. Sjáum kerfið hjá honum. Mikið púður hérna í þetta. Já, nei. Frábær vörn! Vel gert hjá Nökkva. Þvílík vörn hjá KFÍ. 46-53, Val í vil. Já, ég er bara tiltölulega sáttur í hálfleik, sko. Já, samanlega. Mér leist ekki á þetta í byrjun og síðan voru þeir aftur komin einhver 11 stigum yfir hérna í öðrum. En hérna, þeir heldur haus og það er meira en þeir hafa gert oft í vetur. Já,
sammála því. Þannig að ég held að þetta verði bara leikur hérna í seinni hálfleik. Já, sammála því. Við skulum taka okkur pásu, skoðum stötsin aðeins. Fáum kaffi, bendum á spjallið ef við hefum einhverja spurningar til okkar. Endilega. Og Lalli Blöndal er alveg pottitt að horfa. Komdu með einhvern konfettmóla til okkar. Ég byrst afsökunar á því að hafa ekki fattað þetta fyrir að Gauði sagði þetta. Takk fyrir. Í þessa uppskrift verðum við að nota mjög gott hveiti. Krakkar! Hann er 99. Með nýju endalausu snjallpökkunum getur ekki bara talað endalaust. Heldur færður líka meira gagnamagn til að gera það sem þér dettur í hug. Svona í alvöru talað. Þetta er búið að vera gaman en nú er það búið. Engin fleiri hrekkir. Allir sammála um það? Vertu í sterkara sambandi. Síminn.
Jæja, nú fer að styttast í seinni hálfleik, þriðja leikluta. Búið að vera mikið stuð hérna í fyrri. Bæði lið verið að gera bara, já, flotta hluti. Ég ætla að skoða 2 og 3 stiga nýtinguna aðeins. KFÍ er með 45% 2 stiga nýtingu og 41% 3 stiga nýtingu og 53% 2 stiga nýtingu hjá Val og 50% 3 stiga nýtingu. Þannig að bæði liðin er að hitta mjög vel, þannig að þetta er ekki bara varnarlaus leikur. En við erum byrjuð hérna, Kjartan er með boltan, Nebo. Sjáum hvað Birgir Björn gerir hérna. Nei, bara afhendið boltan hana, en já, hann stegi út af Nýtlu og KFÍ heldur boltanum. Daniel tekur innkasti hérna. Gauði er búinn að sækja kaffi sitt og er tilbúinn til að vera með okkur hérna. Sjáum hvað Daniel, hvað er að gera? Já. Það er eitthvað vesen á riddaraborðinu, laga skotklukuna. Við ætlum að gefa þeim nýja skotklukku, en það eru 12 sekúndur eftir. Það er feikin aðeins tími. Nebo, Birgir Björn. Já, Leifur gerir vel, halda í hennan. Nökkvi, Daniel, Nökkvi, skjótu þessu. Allt og langur. Bolti á Nökkva. Og já, neðarskot. Það er þetta með, það er þetta með að láta sóknina ganga upp sem að hefur oft verið erfitt. Já, allir góð vörn hérna. Nebo, hann er einn og hann treður þessu upp. Hann er veikur, en hann er ekki svo veikur að hann geti ekki tekið eina tróðslu hérna fyrir áhorfendur. Hann mátti reyna þetta. Jamie mættur, ætlaði að fara blagunum niður hérna hinum megin. Lárus Blöndal búinn að láta vita sér, hann er að horfa á okkur og skilum. Já, hann þarf að kíkja á spjallið og spjalla við okkur þar, að þið ekkert að vera á Facebookinu hjá Gauja, þá getur Gauja ekkert einbeitt sér að tala í mikrofónin. En Jamie hérna setur niður fyrra vitið og 6 stiga munur. Seinna rattar ofan í líka. Vítanýting hjá Valsmönnum er góð í þessu leik. Já, Virkilega góð. hún er góð og Eins og á að vera. bæði lið, ég kíkti á hérna prósentunar, 2 og 3 stiga, bæði lið vel yfir 40%. Þannig að þetta er ekki bara léleg vörn, þetta er líka bara skotin er að rata. Kjartan Gerir vel hann að frábælega gert hjá honum. Þetta er nefnilega málið með hann Kjartan, hann hefur þetta allan daginn. Já. 5 stiga munur. Jamie sækir, gefur boltan út á Arnarstein. Leifstein. Arnarstein er frændi minn. Hann líka valsari. Og Illu henni í baráttunni, Birgir Björn bara rífur á honum boltan. Kvartar er komið að bygga, það er ekki hægt. 5 stiga munur hérna. Nú þurfa Ísfirðingarnir að vera dýrvillusir, með ekki missa Valsmenn frá sér. Erfið sending hjá Daniel. Þess maður geta að Birgir Björn var hjá Val og þeir voru virkilega góðir við hennar dreng. Jamie gerir vel hérna. Vel gert. Lappa bara inn fyrir, lítur á dómaran, vill fá hvað. 50-57. Ekkert fyrir sér í því. Ekkert vælneitt, hann bara skoraði og vel gert hjá hann. Já, hann fekk bara að lappa upp á körunni þannig. Spurning hvað Kjartan nýtti aðeins í hann hann. Illið er þetta var vel gert hjá hann. Fallega gert. Las Bygans og Nýja testamentið. Já. Er það auðlesnar en gamla?
Já, það Já. kom út í nýrri prentun sko. Já, þú Stafinn meinar. eru miklu flottari, svona cool. Nebo á Nökkva. Flottu snúningu. Það var lægið Birgir Björn. Fallega Setur gert. þetta og það vill á illuga. Nökkvi fær þessa stóðsendingu. Mér síndist Nökkvi skrefa hana í sendingunni. Já, það er bara smá. Það má smá sko. Það má smá. Hann hélt sig kannski í stjörnunni, ég veit það ekki. En skulum sjá. Birgir ágætur í vítunum. Það er bara þannig. Við höfum aldrei átt að rósa honum hérna. Það er bara, þetta var skelfileg mistök. Ef við tökum þetta alfara á okkur, annars væri KF5 í 2 stig í viðbót. Nökkvi alveg alltaf villa allan daginn. Bara jafnvel sko kortir í ásetning. Benni er búinn að stýra þessu virkilega vel. Já. 5 munur, 50-57. Benedikt fer á línuna. Já, það er dæmt á hann. Öruggur, fyrsta ofan í. Og maður verður að tala líka. Og það næsta líka. Hvað dæmt óíþórna? Ég held það bara. Já, ok. Það hlýtur bara að vera. Fyrst hann fekk 2 víti. Og boltan. Danni vel gert. Og þetta var alveg glórulaus villa hjá Nökkva, þannig að það er bara þannig. Danni alveg brjálaður. Þú sér sko, hann skiptir ekki skapastöringu, hann vinnur á leikskóla sko. Þeir eru nokkrir og Helgi, já. Og ég segi það nú bara fullum fjötum, ef þú vilt vaksa úr grasi og vera góður einstaklingur þá ættu að fara að vinna á leikskóla í sumar. Vinna með börnum. Vel gert hjá Val. Faglega gert hjá Val, Illu kláraði þetta. Fín sending hjá Sigurdag. Já. Leifistinn. Þetta er strákurinn að Stulla Örlygs í Njarðvík sem spilaði með mér í Njarðvík og unglingalandsliðinu hérna den. Var í Stjörnunni þessi strákur. Hver? Númer 8. Já, Sigurður Dagur. Já. Það er nú hérna baráttu í axl mikill hann Stulli. Já, alveg frábær maður. Ég átti góða tíma með honum í Njarðvík. Sjáum hérna Kjartan, 9 stiga munur, þeir voru konum með þetta betra. Gott skot hjá honum. Fínt skot hjá honum, þetta er bara svona sem getur klikkað. Gerist ekki oft hjá Kjartani, en gerist stundum. Benedikt. Fallega gert hjá Benedikt. Gleyma Illu alltaf. Jamie hana gerir heiðarlega til þess að stela þessum bolta. Nebo lætur ekki plata sig og Sigurður með Illu. Já. Hann fær Sigurður Dagur sína fyrstu villu. Illu er stigahæstur hjá Valsmönnum með 17 stig. Já. Jamie ætlar með 14. Hinn megin er Birgir Björn með 13 og Pansi með 12. Illu er vanur að setja 12 stig þannig að hann er vel yfir meðaltali hérna. Vel gert hjá Björgvin. Já. Það er uppi hann átt að fá villu hana held ég. Jamie sækir. Jamie gerir vel hérna, fallega. Fallegt að sjá hvernig hann smegir sig í gegn. Nú þurfa þær að róa sig, með ekki sleppa þeim, þeir eru aftur konið 11 stiga mun. Þá bara setja Pansi inn á. Já, hvernig væri það? Nebo, hinum megin. Ekki síður vel gert hjá honum. Líka sko, með hendunar í sér, þetta hefði alveg getað verið villa og auka skot sko. Danni með 3 Leit fyrir utan, en Danni hleypur upp hérna. Klikkar, Daniel. 3 og 2, hann fyrir upp, hittur ekki. Góð villa
Nei, góð vörð segir Já, hjá Benna. frábær vörð hjá Benedikt. Jamie, Og þetta er frábær vinningur. vörð hinum megin líka. En hann fær ekki dæmt, hann hugsaðlega verið með hælan á línunni. Illugi, allt í öllu hjá Val. Já, Illugi búinn að vera geysilega góður. Byrjaði leikinn mikill að hörku. Já, 60, fyrstu 8. Já, 6 af fyrstu 8 og er svo búinn að vera að mjatla inn stigum hérna. Hann er bara Vel, annars en þriggja stiga. Hann er að frákasta vel og spila Já. góða vörn og bara... Já, hann er bara, þetta er bara geysilega góður leikmaður. Hann er 14. hæstur hjá Val í framlagi með 19 í framlag. Hann er að frákasta, 10 frákast í leik og Segir þrist. eins og við tölum með einhver 12 stig að meðtali. Vel gert! Hann segir þristinn, settur fyrir Björgvin, tekur hann, setur hann núni. Fallega gert hjá Björgvin. Já. Jamie í skoti, Jamie hittur ekki. Gegar, Björgvin með Björgvin ákvæði. 1 með þetta frákast. Valsmenn aðeins að gefa eftir hérna og Ísfirðingar að vera að nýta sér það. Eigum við að kalla það vestra eða eigum við að halda í KFÍ hérna síðustu mínútunar? Við verðum eiginlega að kalla á KFÍ þess að þetta er þessa leiks. En þegar flautum þá kynnum við þitt nafni. Já. Þetta er svona, þú vilt ekki hafa mig grenjandi í beinni. Sko. Þetta er... Ertu óánægður með vestranafnið? Nei, alls ekki. Nei? Nei, alls ekki. En það er samt söknuður í KFÍ. Tilfinningalegt gildi. Já, nákvæmlega. Og þú veist, ég er með tattoo, ég er með merki. Já. Það eru nýju búningar. Hverjum datt það í huga að fá sér nýja búningar rétt á hann að skipta nafn? Það kom ég ekkert andri greina, hínu voru lélegir. Já, þeir voru skelfilegir. En þessi nærbúksnu hvítu hérna, Já. ég er ekki alveg að fíla þá, sko. Ertu ekki að fíla það? Nei, mér Og vantar meira blátt í þetta? Aðeins meira blátt, svona, Já. kannski pínlítið í hálsmálið og eitthvað í buxuna, annars er þetta bara svona nærföt, sko. Já. En það verður virkilega gaman að byrja með þetta vestradæmi, því að Já, flott sóknina hjá, Sigil varði honum. Já, Sigurður reyndi hann aðeins svo mikið, flott vörn, flott skot. Gert. Þetta er Þorgeir Kristinn, þetta er hinn Blöndal bróðurinn. Já, sem flott var að setja klipping niður. á honum, ég hef kannski komið eitthvað skila. Já, Hann er þú ert svona að fíla eins þetta. og Lalli Rabbisson, sko. Þú ert að fíla þessa, þetta er svona koppaklipping. Já, svona skálaklipping. Kjartan gerir vel hann það. Svo áðan þegar hann klikkaði að þessi skot geta klikkaði á honum, en oftar en ekki þá eru þið ofan í. Og ofan í fór það núna. Svo er þetta aldrei merkileg saga baka hann líka strákinn, sko. Þorgeir. Nei, hann hérna sem er með bolta núna, hann Högni, Fjallar. Högni, já. Hann fekk þessa skó sem hann er með. Það var alltaf dimmt í salnum. Það sást eiginlega mjög sjaldan. Já. Og það var alltaf verið að hætta að gefa hann boltan. Þannig að hann fekk sér svona eitugræna skó, Já. neongræna. Til þess að vera sýnilegri. Já, og hann sést mjög vel. Já, það er rétt, hann sést mjög vel. Þetta eru flottir skokkskór. Pansið hana, tæpar á þig. Þessi þristur! Hvaðan kom hann? Hvaðan kom hann? Hann var nær sínu eigin körfu. Frábær þristur, klötsskot. Þessi var rosalegu maður. Þetta svona körfur skipta máli. 4 stiga munur. Tæpar 3 mínútur eftir af 3. leikhluta. Það gera valsmennina. Vel gert. Vel, fallegar hreyfingar, góð vörn. 4 stiga munur allt í einu, lagsmaður. Já, þetta er fljótt að breytast. Við ræðum aðeins og skóna, Högna og Já, það kom þetta bara. Og Ísfirðingar dettur í leikinn. Hvað gerir Nebo hérna? Já, hann finnur Panse. Hann bara, skjóti þessu bara. Áttu bara að aðeins og fastur þessi. Við höldum honum 2 sekúndur. 2 sekúndur eftir af skotklukkunni. Við fáum kannski annan viltan þrist hérna. Aldrei að vita. Þeir stilla upp í einhvað kerfi væntanlega. Nú þyrftu að hafa hjálp frá Kristjáns hjá okkur. Hann er snillingur í að setja upp í kerfi. Það er svona lítið eftir. Kjartan stýrir þessu. Já, þetta er... Já! Fallega gert. Getur ekki klikkað. 65-67. 2 stiga munur. Þetta er leikur, Gauði. Þetta er leikur. Allt í einu og upp úr engu.
Valsmenn, já, fallega gert hana. Ég er ekki að fatta hvernig ég geta gleymt stigasta manni Vals alltaf. Nei, hann er búinn að fá nokkrar auðveldar körfur. Nebo svarar hérna. Bara coast to coast, maður. Þetta var erfitt en þetta leit út fyrir að vera rétt. Já. Það er bara þannig og það er svo margt sem hann gerir sem er Jamie nákvæmlega Hillman. þannig. Falleg, rúllar af og Villa, Já, Kjartan fór í hendina bara á honum. Já, rétt hjá honum. fínt brot. Fínt Illugi brot. svo miklu stuði, það er Hann spurning er hvort ekki í neinum vandræðum. Villulega séð. Það er enginn í neinum vandræðum, nokkur með 3 villur. En enginn í neinum teljandi vandræðum. Illugi Auðunsson setur nú fyrsta vítið hérna. Seinna Og eiga. það setna. Fagmaður. Fjarastemmunur. Ég verð nú bara að viðurkenna það af þessum leikjum sem ég sé að þetta langt besti leikur KFÍ. Já, síðasti heimalegur hjá KFÍ var þessu aðeins erfur. Já, síðasti heimalegur var besti leikur sem ég hefði séð og þessi er að slá honum út. Talanum ekki með að 4 leikluti heldur áfram eins og hinnir eru búin að gera. KFÍ er búið að elta, hefur aðeins komist einu stig yfir, 2 stig yfir. Nú á Jamie að fara að gera eitthvað upp á sitt einstæmi og gerir það. Og fær Villu og Birgir Björn. Það merkir þetta nokkuð, þetta er fyrsta villan hans. Já, hann er ekkert grófur, hann Birgir. Nei, óheppinn. Þetta var, ég menna maður er veður hann að fram úr húnum. Þetta er leiðinda villa en skiljanleg. Jamie 19. stigið sitt. Illugi ennþá stigastur og var með 21. En ég er ansið ræddur að Skúli Gunnar sig eftir að þurfa að bera töskurnar og vassbrúsan og allt eftir leik. Já, heldur þú það? Hann er svo eini sem ekki komin á blað hjá all. Já, Lalli, getum við kannski svara því, þetta er ábyggilega krúsjál sko. Þeir skiptaðu milli sín sem skori ekki sko. Já, nákvæmlega. Og hann er einn eftir. Þetta verður þungt hjá honum. Já, og ef hann kemur inn á þá verður hann allan að skora. Eru menn ekkert látni þrýfa búningarna lengur? Nei. Það er spurning hvort að Lalli Blöndal gerir það. Því að hann er bara allt í öllu þarna. Hann er okkur einasta leik, hann er alltaf á startinu, hann er alltaf á tölfræðinni og skýrslunni eitthvað. Og Torfi Magg, þessi tveirafna, þeir eru bara áfastir þessu Valsheimili sko. Þetta eru náttúrulega Valsmenn í húðahár. Björgvin! Nebo með mikilvægt frákastina. 45 sekundur eftir að þessum þriðja leikluta. Nebo leita til hans Birgir Björn. Það er rétt. Nei, aldrei sóknarvilla. Við sjáum þetta í endursýningu hérna eftir augnablik, en þetta er aldrei sóknarvilla. Ég ætla bara að slá því förstu. Skulum sjá. Engin búinn að taka sér stöðu. Nei, aldrei. Það er rétt sér. Þetta var ekki svona þetta. Það var engin komin í stöðu hana. Þetta var ekki sóknarvilla. Já, þeir gera mistök. Illugi, Valsmennir í einhverjum smá vandræðum hérna. Og voltanum út. Allir að gera eitt. Þetta er erfitt skot. Já, þetta er eitthvað svakalega furðulegt. Já, erfitt skot þarna hjá Skúla. 20 sekúndur eftir. Hann ætlaði að koma sér frá töskuburðunum með þessu skoti. Hann er kannski heitt í honum. Það eru 20 sekúndur eftir. Ísfirðingar þurfa núna bara að taka þér rólega. Bara spila þessa sókna skynsemi og ná góðu skoti. Það er 7 stiga munur. Þetta minnkaði niður í 4-5 stig. Nebo með þriggja. Það klikkar. Hraðuplaup. Nei. Skúli reyndi hana. Skúli reyndi. Búinn að reyna tvisvar núna. Hann hefur heitt í okkur. Hann er virðist dæmdur til þess að bera töskunar. Það eru aðri leikir byrjaðir. Og í fyrstdeildinni þá? Já, í fyrstdeildinni. Það átti að byrja 2 leikir hérna.
annars vegar Skallagrímur Hamar og hins vegar Breiðablik Fjölnir. Já, Skalla Hamar, það verður alveg fornilegt að vita hvernig gengur. Já, ég að reyna að fletta þessu upp hérna, þetta gengur eitthvað brussulega. Ég ekki alveg að fíla nýja formið hjá KKÍ í síðunni. Mér finnst hún ekki nógu þjöl. Ég verði þetta að segja bara no comment því að ég í KKÍ í stjórninni, sko. Já, skammast þín. Herru, Breiðablik Fjölnir 48-47, Skallagrímur Hamar 33-49. Hamarsmenn eru að koma sterkir inn á móti Skallagrím. Þeir í Borgarnesi, sko. Hvað í gangi? Ætla Skallagrímsmenn að tapa heimaleikjarefninum á móti Hamar? Og Breiðablik yfir gegn Fjölni með einu stig. Breiðablik yfir gegn Fjölni, þetta eru fréttir ef þetta enda svona, maður. En leikinir eru bara rétt hálfnaðir og nóg eftir, þannig að við kíkjum kannski á þetta hérna á eftir. En við erum að fara í 4. leikluta, Gauði. Já. 67-74, búin að vera frábær leikur. Frábær leikur. Þegar báðanliðum dómurum. Það er allir búin að eiga fínleikina. Já, dómarinn, það var skelfilegt hérna, sóknar. Það kemur alltaf eitthvað skelfilegt, maður verður bara að taka því. Já, það er rétt. Já, við meðum ekki að gleyma því að við tökum alla skelfilega hlutina sem að leikmennir gera. Þessi 3. leikluti fór 21-21. Þetta var hörku leikluti. Það er 7 stiga munur og Valur vann fyrstu 2 leiklutuna og svo var þetta jafnt í þeim 3. Þannig liggja þessi 7 stig. Daniel. Nei! Nei! Maður klikkar ekki á lay-upi, Daniel. Og hinum meginn sýnir Jamie hvernig maður á að klára þetta. Já, Daniel Svektur hafi ekki fengið villan og ég skil það alveg, sko. Þó hann ekki fengið villan, það var villa eftir körfu. Hann fer í hann Jamie, og hann er fúllegur hafi ekki fengið. En það er samt heimskulegt að brjóta. Já, hann er bara heitur, skapir. Já. Hann fær að hvíla sig, pústa aðeins. Þetta var líka stórt því að þeir fá boltan líka. Já, þetta er dýrt. 2 stig á bolta. Nú á Jamie að fara að gera allt fyrir liðið. Já, hann... Ég er ekki alveg að skilja það því að liðið er búið að spila rosalega vel. Já, nákvæmlega, sko. Sjáðu Illuga Auðunsson. Þvílíkt frákast og hann klárar þetta. 25 stig. Jamie er að skora 25,4 leik, þannig að hann skuldaði hérna 4,5 stig. En Illi hins er búinn að gera gott betur en meðaltal sitt, þannig að Kjartan hérna erfitt, Birgir Björn. Já, þarna var hann búinn að taka sér stöðu. Og þarna var hann búinn að taka sér stöðu og hann var fyrir utan bogan. Og þetta var sóknar villa. Vel gert, fagmannlega gert. Þetta var Skúli. Hann skora kannski ekki stig. Hann gerir bara annað. Ég er farin að halda með Skúla. Já, onni með þetta. Aftur. Illi með frákasti. Þú verður að finna hann bara. Jamie þriggja. Já. Setur það. Átekur tími, KV. KV þurfa aðeins að skoða sín mál. Farið úr 7 í 14 stig hérna í byrjun 4. leikluta. Það var ekki byrjunin sem að við vildum sjá. Langt í frá. Það þeir þurfa að gera sig og gera betur. Það er bara þannig. Fram að berjast. Ekkert væla neitt. Nei. Skulum ekkert gleyma því að við erum að berjast virkilega flott lið. Já, ég er sammála. Ég get sagt þér að það kom mér pínu óvart að Valur, ég hélt að þeir myndu jafnvel bara vera efstir í lok tímabilsins. Nei, og ég lík því. Ég spáði í fyrsta leika að Þór Akureyri myndi vinna deildina. Já, ég líka. Og þetta er nú kannski ekki munur, 24 stig hjá Fjölni og Skallagrím og 22 hjá Val og IA. Þetta er bara þéttu pakki þarna. Og kannski, ég átti kannski vona á meira frá Breiðablik.
En þá kannski bara ég veit það ekki. Nei, ég er sammála því. Ég átti aðeins með, þeir eru kannski að sýna það bara núna, sko. Já, þeir eru sko Koma sterkir inn og... með 14 stig, er búin að vinna 4 síðustu 10. En ekkert eitthvað... Það er ekkert, Nei. það er að hrópa húrra fyrir, sko. Nei, það er það ekki. Herru, en við erum konir hérna, 4 leikluti, Daniel Freyr með boltan. Björgvin, Snævar, Nebosja. Nebo, Vel þetta gert er svo hjá honum. fallegar hreyfingar hjá honum. Villa á Illu Auðunsson, hann er að fá svona fyrstu villu. Jöp. Þetta er náttúrulega bara búin að vera frábær leikur hjá þessum leikmanni. Já, hann Engin spurning, bara frábær leikur. á skilið að fá að sitja fremst í bílnum og leiðin tilbaka. Að velja sér sæti, Já. skulum við segja. Kannski vill að vera aftast. Og rækjum samlöku. Já, og rækjum samlöku. Já, frá öllum leikmönnum. Nebo. Setna, dettur. Skulum ekkert gleyma því að Nebo er að spila hérna veikur. Já. Hann er með 13 stig að spila alveg glimrandi vel. Já, að jafna sig af flensu þar sem hann fekk hún í lungun. Og 4 strákar með 13 og meira í KFÍ. Já, Illi, það er ekki slæmt. Já. Illu Sá er Auðunsson, að hann er ekki detta á búinn. leikmaður. Hann er ekki búinn. 26 stig. Er þetta önnur þryggjastæða karfanans og Já. annað skotið hans? Ég Já. held það bara. Já. Ég held þetta sé bara 2 for 2. Daniel Freyr í erleikum minna. Benedikt gerir gífulega vel í vörninni. Já, ég er samt ekki samanlega þetta að vera villa. Nei, hann dæmir Ah. uppkast. Gerði það? Já, hann dæmdi uppkast, ekki Ok. villu. Og mér finnst hann full snöggur að því. Já, ég líka. Þeir voru alla lendir í gólfinu, sko. Nei, hann dæmir hann villu líka. Gerði hann það? Já. Já, Benedikt var bara með eina held ég á hann. Já. Það er ok, ég held þetta að vera uppkast. That's life. Svo er Nebo. Sýnir hvað maður fylgist vel með. Nebo, þetta er svo Þetta er fallegar unun. hreyfingar, ég veit ég er búinn að Þetta- segja áður. Þessi skrefa lengt á honum, það er alveg með ólíkindum. Já. 13 stöðmunur, Jamie, hann á Þetta var bara að dýrt. keyra. Já, Það er bara dagskipurinn. hann er bestur í þessu. Komið 28 stig. Já, við auglustum eftir 4,5 og hann er búinn að gera gott betur en það. Þeir makkarar, hérna Illu og Jamie komið 52 stig. Það er ekki slæmt. Og allir nema Skúli búinn að skora. Ég verð auðvitað að Allir segja nema það, sko. Skúli. Hann er nú búinn að fá að spila alveg, Já, hann er já. ekki inn á núna en hefur fengið alveg nokkra mínútur. Og búinn að spila vel, hann bara hefur ekki hitt, hann er búinn að taka nokkuð skot. Búinn að vera fínn í vörninu og svona. Sjá hérna hvað gerir Nebo. Hótar skotunina, Út af, Illu stígur á línuna og KFÍ heldur boltanum. 12 sekundur eftir á skotklukkunni. Biggi eitthvað farin að hengja haus. Hérna, Það er fullt hann þarf að snemmt, lyfta sko. því, það er Já. fullt snemmt sko. 7 mínútur, 16 stig. Það getur, þetta er 3 hryggjastæðakörfur og þá er þetta orðið leikur. Já, það er bara pansi. Hann er var kominn í hugsað til hans þegar hann hljóp inn á. Áttir náttúrulega svakalega þryggjastæðakörfi hérna í þriðja leikluta. Já, það er Frá komið miðju highlight, velli. sko. Ég veit að Stulli er hérna niður á borði. Hann áttur að setja það inn strax. Þetta hefði átt að vera 5 stig með öllu réttu. Vel Það gert. er flott spilamennska hérna. Og klæsileg Vel vörk gert. hjá Illu Auðunsinni. Og þeir eru konir hérna. Ó. Nei. Æjæjæjæ, þetta er suicide á morgunæðingu. Já, Elías Orri og Þetta er bara Daniel bannað. Mignolei. Þeir þurfa að fara í lay-up skólan, já. Biggi Brett af að bolta. Jamie Pröfar ekki á honum. setur þetta honni. Já. Já. Þetta er, ég er sammálaðið, það er eins og að sé ykkur hérna. Fíla í gangi. Já, þeir eru, ég trú ekki að þeir ætla að fara að gefa þetta hérna, það eru rúma 6 mínútur eftir að leiknum. Nei, bara algjör óþæri. Þeir eru búin að spila rosalega vel. Já, Og bara 3 síðasta heimileikurinn í vetur. mjög flottir leiklutar hjá Góður KFÍ. Kjartan. Kjartan gerir vel, sækir villuna. En það er ekki nóg. Það verður bara
láta þessi fylgja eftir. Já. Nökkva komið inn á Gulli. Já. Birgir Björn fær að hvíla sig og Björgvin. Það er að slá hann til, held ég. Já, voðalega svona datt, hann var svaka sprækur, sko. Já. Spurning hvort hann sé eitthvað, hann fengið högg eða? Já, spurning hvort hann fengið eitthvað högg eða eitthvað, hann er eitthvað á bekknum að Tonnas að hann er að tala við hann, sko. Já. Þetta er svo ólíkt Bigga, hann er svo svakalega kraftmikill alltaf. En Kjartan gerir vel, setur niður, víti. 16 stig. Kjartan komin í 15 stig. Þetta var skref. Þetta var skref, en engu síður skemmtileg sending og flott afgreiðsla. Það er Sigurður sem að Valhopp er samt hopp, sko. Já, Valhopp er samt hopp. Þetta var skref, það er ekki spurning. Þetta er ekki Valhopp eða skeið, þetta er svona, það er ekki 4 gangur í körunni. Og jafnvel 5 gangur, ekki 5 gangur í hestaíþróttum. Ég bara er ekki klár á því. Rölt, brokk, skeið. Komið góð 25 ára örugglega síðan ég satt síðast á hestbaki. Og þá veit ég ekkert hvað hann gerði, hann bara rölti eitthvað áfram. Herru, fyrra víti ofan í hjá Nebo. Og ég ætla að skjóta á seinna færi líka. Já. Nebo kom með 17 stig. 16 stiga munur. Nebo ennþá að hrista sig flensu með 17 stig. Já. Þetta var snúningur í lagi. Þetta gerðu skotnir. Högni gerir vel. Valsmenn er búin að spýta í núna. Breiddin hjá þeim skila sér. Kjartan. Þessi fór ekki. Gulli náði ekki frákastinu. 5 mínútur eftir. Þetta fer að vera erfitt. Benedikt. Þetta skref. Já. Þú skrifaðar áður en á brotaður. Það er bara þannig. Þú sér það horfur á leikinn seinna meir. Gulli. Já. Óli 100. Já. Þetta var hárrétt. Já. Gulli má ekki hreyfa sig í þessu. Nei. Þú verður að standa í lappirnar í skríni. There's no crying in basketball. Jú, ég held að sé alveg fullt að því. Það bara virkar ekki. Benedikt búinn að eiga fína leikina. Búinn að stýra liðinu vel. Ég veit ekki hvað hann er komið margar stóðsendingar, það eru örugglega nokkrar. Ég er ekki alveg að skilja þetta með Jamie. Þú veist, akkur í óskopan er að dribbla og skjóta bara, þú veist, þeir eru búin að spila svo vel sem liðsbolta. Já. Ég myndi bara að kippa honum út af þessum ástund, lega strákunum hinum að klára. Já. Segja alveg. Skúli er ekki inn á, ég skil ekki af hverju. Ja, hann má ekki, hann ná að vera með töskunnar. Þetta er skelfilegt skot hjá Gulla. Bansabrýtur. Gunnlaugur getur dottið í gang og sett niður þristana eins og enginn sem morgundagurinn. En hann er ekki komin á blaði í kvöld, nema bara í villum. Sko, það jákvæði, ef maður tekur jákvæðt út úr þessu. Já. Þá eru 4 leikmenn KFÍ með 15 meira. Já. Og það hefur ekki gæst mikið í vetur. Nei, þetta er, sko, ég meina, þetta eru bara 3 frábærir leiklutar. Já. Það er bara það sem að hættir að segja um hennar leik. Sá 4. Þetta er bara komið út í ógöngur, 18 stiga munur. Hvað var það, 7 stig? 7 stig. Já, þannig að þeir eru búin að setja 11 stigum meira heldur en Ísfirðingar í 4 leikluta. Já. Ég hef enga trú á því að þetta sé púðrið. Nei. Ég hef pínu trú á því að Valsmenn hafi kannski átt pínu inni, samt sem áður. Já, þetta er auðvitað bara virkilega vel þjálfað lið með góða stráka. Já, ég meina, þetta er bara mjög vel samsett lið og eins og við sjáum á stigatöflunni, allir konum í stigin nema Skúli og bekkurinn bara fullt af strákum búin að koma inn að bekknum og gera flotta hluti. Leifur Steinn fær hérna Villu, hann fór í boltan segi og KFÍ heldur honum. Hákon er komin inn á. Hákon Ari, númer 8. Skelvileg sending hérna.
Og Jamie, það munar litla að Nebo tæki þennan. Jamie klárar þetta. 33 stig hjá Jamie. Það er ekki slæmur dagur. Það er bara einn maður sem að fær mitt vót fyrir mannleiksins. Og þetta var hörlending hjá Nökkva. Lendir hann bara held ég á hnénu á Sigurði. Já. Sýndist það. Þú sér það bara, hann kvenkaði sér ekki neitt, sko. Nei. Hann lendir á hnénu. Já. Þetta var ekki gott. 75-97. Ég verð að segja þetta bara, sko, Nökkvi, ef þú ert að horfa á þetta í endursýningu, þessi villa hana áðan, þessi óviðþarfdómslega, þetta var alveg skelfilegt, sko. Glæsilega gert hjá Valsmönnum. Já. Sigurður Rúnar, sem var með hnéð í bakið á Nökkva fyrir nokkrum sekúndum. Já. Setur hann niður hinum meginn á vellinum. Jói ekki meirinn á Gull út af, hann er 5. Gunnlaugur er búinn að villa sig út. Hann er, ég veit ekki hvort hann náði einhverju fráköstum, ég held ekki. Hann átti einhverja sendingu, en hann er allan búinn að vera duglegur að brjóta, það er nokkuð ljóst. Já. Hann nýtir þessari 5 villu sem hún er gefnar í byrjun. Já. Það er stundum ekki endilega það sem við viljum, sko. Nei, það er rétt. Þetta var ekki gott. Panse bjargar þessu. Báðum aðlum, en KFÍ enda með boltan. Panse, bara í þristinn, bara þarna, takk, bara núna, go. Þeir eru skítrætið við Panse. Hann stígur inn fyrir, hann ætla bara, hann klúrar þessu bara með því, sko. Jamie, þvílíkar hreyfingar. Já, þetta er svakalega íþróttamaður, strákur. Það er erfitt að brjóta ekki á svona manni sem að lauma svona á millimanns. Benn út af, búinn að eiga frábæran leik. Já. Benedikt, bara eins og valslið, Jamie er stigahæstur, Illu Auðunsson, augljóslega maður leiksins. Já, pottet. En liðsigur bara hjá Val. Algjör. Og bara grimmir í 4. leikluta. Allir með Skúli. Hún er í 25 stiga mun hérna, líklegast 26 stiga eftir augnablik. Nei, 25 stiga munur. Búin að sækja hérna 18 stig á 7 mínútum á Ísfirðinga. Þetta er villa. Já, Jamie brýtur hérna á Hákoni. En það er þetta bónus. Já. Þetta er bónus við þessa villu. Er það? Já. Það er ekki búið að skara á hann ennþá. Já, Jamie fær sína 4. villu. Hákon gerir vel. Eða 3. 3. 3. villu. Hákon með 2 stig, hann er komin á blað. Þetta var algjörlega óþarfi, Nökkvi. Já, ég er ekki að skilja svona brot. Þetta bara er glórulaust brot. Hann brýtur á honum þegar hann er komið fyrir aftur fyrir körfuna. Jájá. Þetta er svona, Sigurður klikkar á fyrra vitinu. Setna honi. 77-101. Skipting, Illu Auðunsson kemur inn á fyrir Leifstein. Hann hafa klárað sér síðustu 3 ár. Hvernig er staðan í hinn leikjónum? Já, við skulum fletta því upp. Flott hjá Jóa. Jói gerir vel. Hann er komin á blað. Þá er það bara Daniel Freyr sem er ekki komin á blað. Hann er búinn að fá hérna ágætis tækifæri sem getur þar að segja. Gulli kemst náttúrulega ekki á blað. Nei. Sigurður gerir ekki vel hana, klikkar á vitinu. Nei, Leifupinni segi. Já! Nökkvi! Nökkvi með 3 stiga.
Hann Þetta getur kveikir í þetta. þessu. Hann getur þetta. Breiðablik 53, Fjölnir 63. Fjölnismenn eru að komast yfir hana. Skallagrími 41, Hamar 62. Uss. 21 stigs munur þar. Þú skilir núna fyrir þess að Fjölnir muni vinna Já, þeir eru allan að tryggja sér annarsæti, Fjölnismenn. Með þessu, held ég. En Fjölnir Breiðablik. Þeir eru með miklu betri skor heldur en Skallagrímur. Hvað segirðu? Hvernig er Fjölnir Breiðablik? Þar er Fjölnir yfir. Fjölnir yfir? Já. 10 stigum yfir. 63, 53. 60-50, 10 stig. Já. Og 62, 41. Ég skora á fólk sem hefur tækifæri á því að ef það er sendt út á netinu úrslitakeppni í fyrstu deildinni þá fylgjast með henni. Já, ég held að þetta verið hörku spennandi. Mjög skemmtileg. Og ég ætla að segja þér það að ég hlakka til að sjá Akureyringa í úrvalsdeildinni á næsta ári. Benni er búinn að vera að gera geysilega góða hluti. Hann er með svakalega flottan mannskap, unga stráka. Það verður gaman að sjá hvort hann haldi í þá alla. Já, ég hef ekki vonað öðru. Það er bara þetta hérna, Nökkvi gefst ekkert upp, hann er ekkert hættur. Hann hafði það eina villu eftir. Vel gert hjá Nökkva. Þetta er ég að segja, þú veist, verður bara töffara sem þetta leiks. Já, það fyrir ekkert að, má ekkert að hætta. 21 stigs munur. 103, 82. Geysilega fínir fyrstu 3 leiklutar. Já, flott. Já, Daniel Freyr gerir vel hana. Nei. Það fór yfir miðju. Það tók ekki eftir því. Nei. Þetta keigaði og Valsmenn eru með frákvæmstegi. Jamie ætlar hann að komast í 40 stigin kannski. 38 stig hjá Jamie. Hann hefur mínútu til þess að skora. Skúli Steinn ennþá ekki kominn inn á. Það er greinilega búið að ákveða hver tekur töskunar. Ég segi Skúli Steinn en hann heitir það ekkert. Heitir hann ekki bara Skúli? Jú, Skúli Gunnarsson. Já. Innan mínúta eftir, síðasta mínútan. Jói, hvað gerir hann? Þetta er bara að blokka. Og brotið. Jamie kom með 4. Hann fær 2 skot. Jamie fær sína 4 villu. Kemur Skúli. Kemur Skúli, það er ennþá von. 54 sekundur. Það er ennþá von. Ekkert stress. Nema bara töskustress kannski. Já, það er engi pressa á hann, sko. Nei. Hann verður bara að skora. Já, engi pressa, hann verður bara að skora. Það er bara þannig. Jói, þetta er ömurlegt að sjá einhvern klikk á töm. Sérðu þið? Þetta var bara, Kemur Skúli. bekkurinn klappar. Það er allir Valsmenn konur á blað. Og ég skil bara ekki til Siguríku, hann gefur hann boltan. Já. Hann er með 2 stig líka. Já. Þá verður það báðir með töskunar, sko. Já, það er rétt í þess. Þannig að þetta var kannski ekki dúalega snjált á hann, sko. Þetta er samt kannski bara hann er bara félagi. Já, þarna kom Valsandinn upp, sko. Já, þetta er bara liðsandinn, sko. En sérðu, þetta er svona merkilegt, ef fólk lítur á stigatöfluna, að þá er rosalega gaman að sjá það. Þetta eru 24 leikmenn. 24 leikmenn. Já. Það gera líklegast á 48 að leggja það saman. Jú. Og allir nema 2 búin að skora. Já. Þetta er yndislegt. Þetta er nákvæmlega sér að segja. Þetta er liðsíþrótt. Það er þjálfarinn að ákveða hverju spila. Já. Make it count. Jæja, hanna, Skúli. Skúli smettar hann út af. Maður á að nönda hausinn. Ég hef heyrt það. Jú. En ekki svona. Ég held að hérna, þó að Sigurður hafi klikkað á þessu þrist og þá sé þetta andlit út af hana það sem tryggir Skúla töskunar. Það er fleiri töskur en hjá Sigurði. Já, kemur hann. Býtum við. Nei, þessi snúningur. Þessi vörn hjá Nökkva var afskaplega fín. Þetta var ekki villa og þetta var bara flott vörn hjá hann. En 27 stiga munur. Jamie með 38 stig. Allt í lagi. Já. Illu maðurleiksins. Ekki spurning. Ekki spurning.
Aftur honum fær Nebo mitt atkvæði fyrir það að koma hér veikur Já, og setja 17 stig. Birgir Björn átti mjög fínan fyrri hálfleik. Já, en maður sér það bara, hann er eitthvað að vera lasinn, sko. Já, það er eitthvað í gangi hjá honum. Breiðablik Fjölnir, við skulum sjá Skallagrimur Hamar 46-64. 18 stig. 18 stiga munur. Og þeir eru í, hvað leikluta eru þeir í? Þetta er búið hérna á Ísafirði, síðasti heimaleikur KFÍ. KFÍ á 1 leik eftir. Hann verður spilaður í Kennarahúsinu í Reykjavík. Við hvetjum alla Ísfirðinga Sem mæta sem þangað. alla áhugamenn í körfubolta til þess að fara 18. mars í Kennaraháskólann og fylgjast með Ármann KFÍ. KFÍ og Ármann eru bæði með 6 stig. Þetta er bara úrslita leikur hvort liðið hangir uppi. Sko, þessi leikur er í húsnæði æfinga og tilraunardeildar Kennaraháskóla Íslands. Já. Við ætluðum að sýna beint frá honum, Já. en það er bara ekkert net. Það er ekkert netsambandana. Þetta er algjör Það er verið að skandall, skoða þetta skandall. en því miður þá lítur þetta ekki vel út. Þetta er bara ég veit ekki hvað er að spá þarna. Sko, við erum að reyna að setja press á það hér, af því að Lalli Blöndal er að hlusta og hann er í stjórn og ég er vanhæfur að taka þessi ákvörðun, sko. Já, nákvæmlega. Að flytja hennar leik í Laugardalshöllina, af því að það er heimavöllur Rómans Já, og þá getum við sendt beint út. já, hvernig Og það væri dálítið smart að gera það. KFÍ 50 ára afmæli, Jakinn og KFÍ TV 10 ára afmæli. Já, Við að spila síðasta leikinn sem KFÍ. nákvæmlega. Og hörku spennandi leikur líka. Hörku spennandi leikur. Og svo líka bara þetta, ég meina þetta er ekki bara spurningin að senda live. Þetta er líka spurningin að leikinni séu til. Já. Að það séu upptaka. Og hugsaði líka það að það eru 5 manns tilbúin að leggja á sig 500 km ferðalag. Nákvæmlega. Eða 1000 km þegar það fara heim aftur, sko. Jú. Til þess að sína beint frá leik. Við erum þetta. Við erum til, ef við fáum einhverja smá aðstoð með net eða staðsendingu þá erum við tilbúinir. Þannig að þið sem að ráðið, ég er vanhæfur, komið þessi höllina, sínum liðsandan í körfuboltafjölskyldunni. Flott. Við kveðjum hér ég og Þormóður. Við gerum það. Sem KFÍ leikmenn. Já. Og komum aftur næst. Og við skulum rósa liðinu fyrir fyrstu 3 leikhlutana. Það er margt jákvætt í gangi í þessu liði sem að við höfum ekki séð áður á þessu leiktímabili. En ekki nógu mikið púður í tunninni, við náðum ekki að klára þetta. Hrósa Valsmönnum fyrir frábæran leik. Frábær leikur hjá Valsmönnum og verður gaman að fylgjast með þeim í úrslitakeppninni, engin spurning. Hrósa okkur fyrir frábær útsendingu. Já, alveg. Jakinn TV, það er bara ekki spurning, það verður einhver að gera. Ekki málið. Við kveðjum, næstu við komum hér og sýnum frá heimaleik, þá verðum við vestri. Já. Það er nú ekki flóknara það, verður gaman að því, ég ætla að gráta í kvöld, síðan það er búið. Ég kjalla heilsu öllum. Bíðu til 19. Já, bíðu til 19. Já. Allt í lagi. Takk fyrir.